Já, þið 11 stiga tap í dag fyrir Danmörku. Hvað getur þú sagt mér? Hvað tapið þið þessum? Sko, við erum að tapa honum svolítið á frákvæmstum í fyrraleik. Svo erum alveg 10 frákvæmstum undir í hálfleik og náum ekki að stíga út og svo bara sóknarleikurinn okkar kannski ekki búin að vera frábæra á þessu móti. Við erum svona ströggla að koma okkur í góð færi og það er svona svolítið að ýta okkur útvöldu sem við talaðum hingað til. Það er svona, mér fannst miklu meiri batamerkja því í dag. Við svona stiltum oftar upp þannig að þær þurft að sækja okkur 5 á 5 á hálfum velli og meðast bara varnarleikurinn okkar þar vera til fyrirmyndar. Þannig að við þurfum að halda þeim í hvað 56 stig og það á alveg núkvæðinu körfuboltaleik en svo bara erum við að ströggla hérna meginn og klikkur reyndar 11 vítaskotin líka þannig að 2 af 13 þriggja og ekki frábær skotin líka. Mér finnst við vera svona þokkalega líklegar hérna allavega í þessu leik sko. Það var svona undir lok leiksins, það var svona eins og það er kannski aðeins og lítið tími eftir fyrir comeback en það var í gangi sko. Nákvæmlega sko og hérna það hefur verið gaman að fá 5. leik líka. Það er spurningan með það farið. Ég er líka svona ánægður með liðssambann sko núna hérna við erum komin svona á hvað segir bara á allan bekkinn og hérna saman hverju sem kom inn og hún bara skil ykkur og hérna frábært framlag og hérna Helga Sóley meitti sig á æfingu í morgun og spilaði bara 3 þessu leik og hún var með 20 framhaldspunkta í leiknum í gær þannig að hérna það munar það kannski en mér fannst stelpurna bara bæta algjörlega og svolítið ánægður með það þannig ég er svona reynum alltaf að taka jákvæða á leikunum ég veist þetta til dæmis þessi leikur og leikurinn í gær og svo anstæðingurinn hann kannski sterkari í gær þá höfum við farið miklu betra og það sem við vorum að gera á vellinu miklu svona betur framkvæmt þannig að það er jákvætt. Hvernig finnst þið þróun liðsins að hafa verið núna á þessu móti? Jú, mér finnst það bara að vera ágætt við svona Þið að taka framförum? Já, mér finnst það. Þú veist, þetta er náttúrulega þetta er bara hörku lið sem vinnur þannig að við erum að svona öðruvísi körfubolti kannski en við erum vanað að spila heima, meiri bakarabolti, hérna eru þær svona pinna okkur niður og meiri post-up leikur og inside, kannski ekki í dönunum en hingað til. Kannski þú veist þess að við tölum fyrir leikinn þá leið okkur svolítið vel að fara inn í þennan að við svona þekktum svolítið hvað þær voru að gera Danir, svipað bolti og við þekkjum og þetta gekk það bara ágætlega á töflum, þetta kom maður hérna eftir hálfleikinn alveg með svolítið gott plan og móti maður á mannvöldinu okkar, náðu að fara beint inn á stórumenni sinna, byrjaði með 2 stórar inn á og þegar við vorum að skipta þá lásaði það svolítið vel. Þannig að við fórum í 3-2 svæði og það virkaði smástund, svo fórum við bara aftur í maður á mann og svo var bara geggjuð hjá okkur, svona heilt yfir lengi. Síðasti leikurinn á morgun gegn Noregi, hvernig megum við búast? Ég held að það verði bara hörkuleikur, ég held að við séum stígandi í það. Við höfum unnið þær einu sinni og þær eru einhverju nýju leikmenn hjá þeim núna en þær eru hérna allavega þegar ég skoði í gær ekki búin að vinna leik en þær voru töpuð fyrir Eistum með 1 stigi og hérna Dönum með 13 þannig að ég held að það verði bara hörkuleikur. Ég er að vona það, við ætlum að gera alltaf besta að enda því á þeim. Takk.